Nú verður flutt leikritið með öðrum morðum. Svakamálaleikrið í ótal þáttum eftir Boris Karloffovich. Franska þýðingu gerði Jean Le Jove. Norska þýðingu gerði Kjell Hagerup. Því miður íslenska þýðingin ekki til, en það verður bara að hafa það. Fyrsti þáttur. Morð eru til alls fyrst. Það var kvöld. Harry Rögnvalds einkaspæjari sat einn á skrifstofu sinni með fæturn upp á borði. Þetta var töluverð þraut þar sem Harry átti engan skrifborðsstól, heldur var hann að sitja á gólfinu. Ég var að fara að leysa stólinn út. Það er svo óþægilegt að sitja svona á gólfinu með fæturn upp á borði. Neonljósaskiltið á húsinu við hlíðina hefði varpað draugalegri birtu gluggann á hálfrökkvari skrifstofunni ef skrifstofan hefði verið með glugga, en svo var ekki. Harry tók kriplaðan sígarettupakk upp úr krumpuðum ryggfrakkavassanum og kveikti sér í vindlingi. Ég var að fara að láta gera við kveikjarann minn. Þá heyrðist skyndilega þrusk fram á ganginum. Harry spratt á fætur og kveikti ljósið. Ég var að fara að kaupa nýja peru. Þá var barið létt að dyrum. Kom inn. Fyrirgefðu. Ég held að væri verið að rukka húsaleiguna. Harry hafði aldrei áður séð jafn fagra konu. Hann sá þess ekki heldur, því það var niðamyrkur á skrifstofunni. Gott kvöld. Ert þú Harry Rögnvalds einkaspæjari? Það gæti hugsast, það fer eftir ýmsu. Tekur þú ekki að þér að rannsaka dularfull mál? Það gæti hugsast, það fer eftir ýmsu. Ég frétti að þú vílaðir ekki fyrir þér að leggja því í mikla hættu til að leysa mál sem þú tekur að þér. Það gæti hugsast, það fer eftir ýmsu. Vantar þig einhverja aðstoð? Það gæti hugsast, það fer eftir ýmsu. Þannig ræddustu við góða stund. Hver var þetta? Þetta var bara sögumaðurinn. Þú verður að hjálpa mér, Harry. Fá þér sæti. Hvar? Já, þú ert ekki með stól á þér. Nei, því miður. Nei, sestu þú hérna á gólfið við hliðina á mér og settu fæturna upp á borð. Já, takk. Harry hagræddi sér á gólfinu og kveikti í nýrri sígarettu. Þú átt ekki eld, er það? Nei, því miður. Ó, Harry, ég er svo áhyggjufull. Já, ég líka. Þú, af hverju? Ég hef ekki hugmynd hvernig ég á að kveiki í sígarettunni. Harry, ég held að maðurinn minn sé dauður. Dauður? Af hverju heldur það? Af því hann er eitthvað svo líflaus. Já, svona, þetta er alveg gott. Hvað hafið þið verið gift lengi? Í 12 ár. Nó, þá er þetta ósköp eðlilegt. Hvað meinar? Menn verða oft ansi líflausir eftir svona langt hjónaband. Já, nei, þú skilur ekki. Sko, hann er alveg dauður. Alveg dauður úr öllum æðum, já, eins og ég var að segja. Já, nei, hann hefur reyndar ekki verið neitt sérlega hress svona síðustu árin. En nú er hann dauður. Todd, döð, dead, muerto. Nú, muerto, þú meina látin? Já. Nú, af hverju sagðirðu það ekki strax? Og hvernig lýsir það sér? Ég veit það ekki. Hann hefur ekkert haft samband við mig síðan. Aha. Það er mjög algengt með dauða menn. Ég heyri að þú hefur mikla reynslu af svona málum. Skyndilega fölnaði Harry upp. Harry, af hverju fölnaður svona upp? Ég veit það ekki. Sögumaðurinn sagði ég ætti að gera það. En segðu mér, hvenær sástu manninn þinn síðast? Það var áður en hann dó. Ég skil. Og hvenær dó hann? Það var eftir að ég sá hann síðast. Einmitt. Nú er þetta alltaf skýrast. Og hvernig heldur hann hafi dáið? Ég veit það ekki. Hann hefur ekkert haft samband. En hvað var hann að gera þegar þú sást hann síðast? Já, hann var að borða beikon og egg og bakaða baun. Og sagði hann eitthvað? Jú, hann sagði... Aha, og hvað myndi hann með því? Ég hef bara ekki hugmynd. Það er nefnilega það. Þetta mál er miklu flóknara en ég held. Svo ég held að hann hafi verið á leiðinni niður að Höfn. Það er eitt sem maður verður að passa sig mjög vel á í sambandi við svona mál. Það er að halda aldrei neitt. Maður verður að vita fyrir býst. Af hverju heldur þann hafi verið á leið niður að Höfn? Af því hann sagði, Silvía, ég er á leið niður að Höfn. Ég skil. Þá er þetta alltaf skýrast. Næsta skrefið er þá að ná í þessa Silvíu og þjarma að henni. Hún hlýtur að vita eitthvað. Já, en það er ég. Ha? Ég heiti Silvía. Ég skil. Ég er að þjarma að þér. Þú hlýtur að vita eitthvað. Ég veit eftir. Fjandansins. Ég held að málið væri að skýrast. Það vill þú ekki svo til þú sért með ljósmynd á þér. Jú, ég er hérna með mynd af manninu mínum. Gjörðu svo vel.
Er þetta hann? Já, þekkjur þann. Já, ég kannast eitthvað við svipinn. Kemur nú samt ekki fyrir mig. Þetta er þessi gott bindi sem hann er með. Veistu nokkuð hvar hann fékk það? Þegar Silvía hafði tiplað á oddkössum pinnahælum út af skrifstofu Harrys, gafst honum tími til að hugsa alvarlega út í þetta snúna sakamál. Hann hallaði sér makindalega aftur á bak. Ég verð að fara að fá mér stól, andskotin hafið það. En Harry hafði ekki fyrr komið sér vel fyrir, hellt kaffi í málið sitt og kveikt sér í nýrri sígarettu. En síminn hringdi. Ég sagði síminn hringdi. Harry og Heimir, engaspæjarar. Harry, Já. þú skalt láta þetta mál niður falla. Þar fór síðasta kaffimálið mitt. Ég verð að muna að kaupa nýtt. Ég var ekki að meina það mál. Nú, af hverju sagðirðu það ekki strax, maður? Veistu hvað svona mál kosta út í búð í dag? Ég er að meina málið sem þú varst að taka að þér. Ég var að taka þetta mál að mér, ég var einmitt að fá mér sopa. Þú skilur mig ekki, Harry. Það er ákveðið mál sem varðar okkur alla. Nú, já, kynferðismálið. Nei, ég meina mál málanna. Já, mittismálið. Segðu mér, Harry, ert þú á mála hjá einhverju? Mér þykir þú mála skrattan á vegginn. Ég held að sé málalinni. Ekkert mál. Það er alltaf gaman að tala við menn sem virkilega skilja hvað maður er að fara. Eftir nokkra umhugsun lét Harry það verða sitt fyrsta verk að kalla á Heimi. Heimi Schnitzel, hinn hundtrygga aðstoðarmann sinn. Heimir. Heimir! Heimir! Varstu að kalla á mig? Nei, ég var að kalla á konuna sem var að fara út rétt á þann. En að því ég mundi ekki hvað hún heitir, þá kallaði ég Heimir. Já, svoleiðis. Ég fer þá bara. Bæjó. Heimir! Já, Auðvitað var ég að kalla á þig. var það? Já, En af hverju kallar þá Heimir? af því að þú heitir Heimir, fíflið þitt. Ég skil. Við höfum fengið nýtt mál að fást við. Hvað er að gamla málinu? Það brotnaði. Hvað kom fyrir? Ég misti málið. Ertu þá mállus? Já. Ég skil. En ég var að tala um sakamál. Ég verðum að reyna að varpa ljósi á þetta allt saman. Nú, hvernig förum við að því, Harry? Stígðu hérna upp á borðið, Heimir. Já, ok. Skrúfaðu nú peruna úr perustæðinu í loftinu. Ekki við það. Og hvað svo, Harry? Stingdu fingrinum í perustæðið. Já, ekkert mál. Ég skil, það er sem sagt straumur á. Já. Gott, ég held kannski að það hefði verið lokað fyrir rafmagnið. Þú má taka fingurinn út úr perustæðinu, Heimir. Takk, Harry. Ég skal sjá um afganginn. Sem betur fyrir mundi ég eftir að kaupa nýja peru. Hún er hér. Lyftu mér upp á borðið, Heimir. Ok. Já, fínt. Snúðu nú borðinu. Já, allir við það. Já, fínt hjá þér, Heimir. Fínt, já. Nú sé ég þetta allt saman í nýju ljósi. Komdu, Heimir. Við megum engan tíma missa. Hefur við strax að fara að rannsaka málið? Nei, það verður dreigið í lottóin eftir hálftíma og ég á eftir að kaupa miða. Er það? Heyrðu. Jú, við getum kannski rannsakað málið í leiðinni. Drífum okkur út í bíl. Og þannig liggur í málinu, Heimir. Þetta er allt sem Silvía sagði mér. Silvía? Sagður Silvía? Já, hvað? Silvía? Já. Silvía. Það minnir mig á. Hvað? Hvað, Heimir? Það minnir mig á. Hvað, Heimir? Segðu það! Það minnir mig á. Silvía sem aðeins sett. Silvía skóla. Heimir, ég held að máli að vera að skýrast. Jú, þetta er aðeins á gott lag. Já, hvað um það? Hún lét mig fá þessa mynd af manninu sínum. Sjáðu. Aha. Kannastu við hann? Mér finnst ég hafa séð hann áður. Ég kemur nú samt ekki fyrir mig. Nú gott bindi sem henni með. Þeir félagarnir og perluvinirnir Harry og Heimir höfðu ekki lengi ekið þeir kom út á flugvöll, en þangað hafði ferðinni verið heitið. Hei, Harry, akkur erum við niður við höfn? Sögumæðurinn sagði við værum út á flugvelli. Það sé ekki þessum andskotans höfundum að kenna. Handritið hefur hingað til verið einn allsherjar vitleysa og þetta er alveg eftir öðru. Jú, en höfnum við þá út á flugvelli? Nei, við höfnum því alfarið. Fyrirgefiði, má ég aðeins? Hver var þetta? Þetta var sögumæðurinn. Já, en er hann þá ekki orðinn hafnsögumæður? Æ, þegiðu, Heimir.
Að ósk þeirra sem hagsmuni eiga gæta skal það tekið fram að ekkert af því sem hér fór á undan byggt á sannsögulegum atburðum. Telji einhver sig geta tengt ákveðnar persónur eða atburði við nafngreindar manneskjur eða sögulega viðburði sá hinn sami beðinn að leita sálfræðiaðstoðar. Já, og það sem fyrst og helst að láta loka sig inni eða bara setja sig í spennitreyju. Fyrirgeðu. Já, hvað? Ert þú búinn með þitt? Já, þannig séð ég. Já, fínt er. Þá snúum okkur að auglýsingum. Auglýsingum? Hvað meinar þú? Á bara að skilja okkur eina eftir og við vitum ekki einu sinni hvort við erum niðri við höfnu út á flugvelli. Svona sakamál taka oft óvænta stefnu. Og áður en auga varð veifað voru þeir félagarnir Harry og Heimir staddir niðri við höfn. Það var mikið að það komst á hreint. Það komst á hreint? Það er allt svo skítugt þetta með höfnina. Æ, þegiðu, Heimir. Já, en hvað erum við að gera hérna, Harry? Það var hérna sem maður Silvíu sást síðast. Við skulum gefa okkur á tal við gamla hafnaverkamanninn þarna. Hann gæti vitað eitthvað. Halló, þú þarna? Varstu að kalla á mig? Nei, ég var að kalla á Mávinn þarna á bryggjustólpanum. En af því ég vissi ekki hvað hann hét, þá kallaði ég halló, þú þarna. Nú, jæja, verstu það blessaður. Nei, býttu við, auðvitað var ég að kalla á þig, fíblið þitt. Ég veit bara ekki heldur hvað þú heitir. Ég heiti Runólfur. Akkurat, já. Segðu mér, Runólfur. Við hvort að þið tala núna? Við hvað? Já, við mig eða Mávinn, sko. Hann heitir nefnilega Runólfur líka. Mávurinn? Já, og þess vegna er okkur oft svona ruglað saman. Ég skil. Ég þarf að fá upplýsingar hjá þér. Upplýsingar? Já, ég ætla að fá að sýna þér mynd. Mynd? Já. Er hún blá? Blá? Já, vegna þess, ef þetta er blá mynd, þá kæri ég mig ekkert að sjá hana. Ég skal segja þér það, drengur minn, ég þól ekki bláar myndir. Ég bara þóli þær ekki, hreint út sagt. Já, nei. Og ekki bara bláar myndir, ég þól ekki klám yfir höfuð. Svo ef þú ætlar að fara að sýna mér einhverja klámsbólu, þar sem fólk er að hólkast hvað á öðru og að lenna sig berrast að framan í mann, þá að kíkja aðeins á blábyrjuna, sko. En alls ekki meira, það er alveg ljóst, ég tek ekki mál. Nei, fyrirgeðu. Það var nú reyndar bara ljósmynd sem ég ætlaði að sýna þér, Runólfur. Já, það er alveg sama saga með hann. Hvern? Mávinn, hann þolir ekki klám heldur, ekki frekar en ég. Og það er alveg sama hvort það er ljósmynd eða vídeómynd, það er bara hreinlega eitur í hans beinum. Ég var nú að tala við þig, Runólfur. Þig? Já. Nú svoleiðis, já. Ég segi það ekki, ég gæti kannski kíkt aðeins á þessa mynd hjá þér. Það er að segja, öfni er ekki allt okkur á. Hefurðu nokkuð tíma séð þennan mann? Þennan mann? Þennan mann? Já. Já, hvort ég hef. Og ég get sagt þér það að það er eitthvað meira en lítið gruggugt við þennan mann. Hvað? Hvað, Runólfur? Við hvort ertu að tala? Þig, maður. Í mig? Já. Já, þá skal ég segja það nokkuð. Daginn þá sit ég í mestasakleisi niður í lúkar á faxanum og er að horfa ágæta mynd í vídjónu. Leður klædda stóðverinn, hét hún. Virkilega vönduð fjölskyldumynd. Þá heyri ég eitthvað undarlega hljóð. Svo ég set á pausi, þú skilur, og fer upp. Og hvað heldurðu? Hvað? Heldurðu ekki að helvítis að ljósavélinn sé að bara ræður sér? En ég gæti nú redda því, svo hún er nú alveg í toppstandi núna, já, það heldur nú. Já, hvað með þennan mann hérna á myndinni? Þennan mann? Já. Þennan mann? Já. Ég get sagt þér sitt að hverjum þennan mann, og það ekki allt jafnfallegt. Það var til dæmis einhvern veginn í síðustu viku, þá sat ég niður í lúkar á flossanum og var að horfa afskaplega skemmtilega mynd í vídeónum. Það var að með minni heldur að... Hvað sagði þér, Runólfur? Hvað sagði þér? Þetta talaði mig að Mávinn. Runólfur. Er allt í lagi með þig, Runólfur? Við hvort er Ég er að tala við þig núna. Nei, þá er ekki allt í lagi, hvað skefi? Það var einhver sem lét kranabómu detta í hausinn á þér. Já, mér detta í haus. Nú, af hverju? Ég menn mér detta í haus. En þú ætlaði að fara að segja eitthvað, Runólfur. Það var það? Já, þú varst að horfa á vídeóið. Það var, sagðu, það var... Einmitt, það var... Já. Það var Sound of Music. Ég skil. Náðurðu þessu, Heimir? Heimir! Heimir! Varstu að kalla mig? Hvað heitir þú? Ég? Já. Heimir? Þá hef ég öllum líkindum verið að kalla á þig. Já, fínt. Tekur ekki eftir neinu óvenjulegu, Heimir? Óvenjulegur? Hérna? Já. Já, býttu ekki segja mér það. Leið mér að fatta þetta. Býttu nú, já, bátarnir á höfninni, já, mávarnir, nei, það er ekkert óverlegt við þá. Granatin, já, bryggjan, já, dauður hafnaverkamaður, ljóstublið, aha, ég hef það. Hvað? Sérðu vörubílinn hérna? Honum er ólögulega lagt. Komdu, við erum að gera eitthvað í þessu. Heimir? Já. Hér var framið morð. Morð? Hvernig þá? Einhver lét kranabómu detta í hausinn á Runólfi. Hvort getur þú að meina? Hafnaverkamanninn eða máinn? Hvor sýnist þér vera dauður? Ég skil.
En hver hefði geta gert það? Hver annar en kranamaðurinn, hálfvitinn? Ég skil. Hafðu ekki áhyggjur, Harry? Ég næði honum. Náður honum, Heimir? Nei, en ég náði númerinu. Hvaða númeri? Númerinu á krananum. Æ, Heimir, þú gerir mig gráhærðan. Já, það klæðir þið vel. Þeir félagarnir Harry og Heimir þóttust nú sjá að ekki væri allt með feldu. Eða eins og Harry orðaði það. Heimir, það er ekki allt með feldu. Þeir ákváðu sín á milli að fá sér eitthvað í svangin áður en lengri yrði haldið. Þess vegna settust þeir inn á veitingahúsið Veika hænan og pöntuðu sér fiskisúpu. Við ætlum að fá hamborgara og franskar. Ég sagði fiskisúpu. Af hverju fiskisúpu? Og það stendur í handritinu. Já, en okkur finnst fiskisúpa svo svakalega vond. Jæja þá. Við skulum bara hlaupa yfir þetta atriði. Já, takk. Sérklótið sem við komum. Jæja. Að svo mæltu, gengu þeir félagarnir út af matsölustaðnum mettir. Mettir? Hvað meinaru? Við höfum ekki fengið kjaftbita að éta í öllum þessu þætti. Já, en þið vilduð ekki fiskisúpuna. Já, sko, mér er fjandans sama. Það gerist ekkert í þessu máli fyrir við fáum eitthvað í gogginn. Halló. Já, það er hann. Ég skil. Já, ég geri það þá, já. Þeir félagarnir heldur rakleitt á bæjarins bestu. Já, ég ætla að fá eina fiskisúpu með öllu. Skömmu síðar satt Harry enn á skrifstofu sinni. Hann hallaði hattinum aftur á hnakka og kveikti sér í sígarettu. Þá hringdi síminn. Þá hringdi síminn. Ég sagði þá... Póstur og sími, góðan dag. Já, góðan dag. Ég hringi út á símanum hjá Harry Rögnvalds. Já, hann er lokaður. Það hefur ekki verið borgað af honum. Ég veit það, en þið verða að opna hann í kvelli. Annars getum við ekki haldið áfram með leikritið. Hvaða leikrit? Með öðrum morðum. Já, það er ágætt. Við opnum ekki. Heyrðu mig nú. Já. Ef þið opnið ekki síman á stundinni, þá framleiðum við 50 þætti eins og þennan. 50? Já, 50 þætti. Já, við opnum eins og skot. Já, takk fyrir. Bara ákveðin þetta sér. Já, eins og ég sagði, þá hringdi síminn. Harry og Heimir, enga spæjarar. Harry, er þetta þú, Harry? Það gæti hugsast, það fer eftir ýmsu. Já, þetta er greinilega þú. Þú er að koma á stundinni. Það eru menn hérna að hótað. Þú verður að koma, Harry. Ég held þér á það. Heimir! 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 Varstu að kalla á mig, Harry? Akkur svaraði aldrei þegar ég kallaði í kallkerfið? Varstu að kalla í kallkerfið? Já! Já, en ég var að hlusta á kvenkerfið. Ég er miklu meira fyrir það. Silvía var að hringja Heimir. Hún er í vandræðum. Við verðum að koma okkur heim til hennar á stundinni. Á Silvíu heima hérna, Harry? Já. Þá dettur mér í hug. Silvíu sem að... Ok. Harry? Já. Sko, ég held það sé best að þú hittir hana einn. Akkurju? Sko, það er best að ég sé fyrir utan og hafi auða með því hvort nokkur skuggaregi náungar séu að læðast að húsinu. Já, þetta er hárrétt hjá þér, Heimir. Farðu og fældu þig. En farðu hljóðlega. Ha? Farðu hljóðlega. Hvað sérðu? Farðu hljóðlega! Ok. Hvað sérðu? Uss! Hvað sérðu? Uss! Ok. Harry hikaði við, en lyfti síðan hægri hendi í axlarhæð, rétti varlega úr vísifingri og hringdi dyrabjöllunni. Hvernig er það með þessa leikhljóðadeild? Er engin leið að fá þetta hreint? Fyrirgefðu, þetta var mér að kenna. Harry barða dyrum. Þetta var að vera svolítið pirrandi. Dyrnar opnuðust ofur hægt. Sæl. Sæll. Þekkjumst við? Það gæti hugsast, það fer eftir ýmsu. Jú, mig rámar ég að hafa hitt þig. Hvað er að? Að? Það er ekkert að. En þú hringdir í mig áðan og það var eins og væri verið að ráðast á þig. Hvaða vitleysa? Það er ekki verið ráðast á mig í háa herrans tíð. Ég skilur reyndar ekki hvernig stendur á því. Maður er líklega farin að eldast, en hvað getur maður sem gert við því? En þú sagðir að ég yrði að koma hingað á stundinni. Hvaða vitleysa, Harry? Ég meina jafnvel, þó enginn hafi ráðist á mig í óratíma, þá er ég ekki svo aðframkomin að ég hringi í menn bara út í bæ til að gera En það hringdi einhver, Silvía. Ekki svo aðfram... Sagður Silvía? Já. Sagður hringdi ykkur Silvía? Já.
dettur mér nokkuð í hug. Hvað? Hvað? Mér dettur í hug. Veitu við þar að koma? Aha, ég veit. Var máli leyst? Hafði Silvía rambað á lausnina? Hvað, Silvía? Hvað? Segðu það. Það gæti leyst málið. Mér dettur í hug. Sylvia's mother said. Ég skil. Og þar með lausnin komin. Leiknum lokið, Heimir. Taktu af þér hárkolluna. Og fölsku augnhárin. Ok, Harry. Heimir. Hundtryggi aðstoðarmaðurinn minn. Þegðu. Svo það varst þá þú allan tíman. Já, Harry. Það varst þú sem komst á skrifstofuna á dögunum, dulbúin sem Silvía. Og það varst þú sem hringdir í mig og sagði mér að láta málið niður falla. Já, það minnir mig á það. Þú skuldar mér nýtt kaffimál. Og það varst þú sem lést kranabómuna detta í hausinn á Runólfi. Hvort ertu þá að tala um? Máfinn eða hafnaverkafl? Þegiðu, Heimir. Og það varst þú sem klíndir tyggjói undir skrifborðið mitt. Hvað kemur það málinu við? Ekki neitt. Mér fannst bara rétt að minnast á það. Men nú þessu lokið, Heimir. Þú ert afhjúpaður sem lygari, svikari, morðingi og hrekkjusvín. Fyrirgeðu, Harry. Ég játa allt. Ég veit að ég æðislega lási í karakter. Þú ert líka afhjúpaður sem slakur íslensku maður. Maður segir ekki lási karakter. Það er miklu smekklar að segja ómerkilegur persónuleiki. Þú ert eftir að býta hún nálinni með þetta, lagsmaður. Hvernig í ósköpunum áttar þið á þessu, Harry? Minna, hvernig fórst að þið að sjá í gegnum mig? Það löng saga, Heimir. En við skulum rekjana lið fyrir lið. Í fyrsta lagi fannst mér það í meira lagi grunnsamlegt að þú skildir allt í einu vera farin að ganga á pinnahælum. Ég skil. Og þar að auki fannst mér það ekki alveg eðlilegt að þú skildir vera farin að naglalakka þig. En það sem endanlega kom mér á sporið var þessi ljósmynd sem þú lést mig fá. Myndin? Já, myndin sem þú lést mig fá þegar þú varst að leika Silvíu. Myndin sem þú sagðir að væri af manninum þínum. Ég meina manni Silvíu. Hvað með hana, Harry? Mér fannst ég kannast eitthvað við svipinn á manninum á myndinni. Ég kom honum bara ekki fyrir mig. Þangað til ég áttaði mig allt í einu. Þessi mynd, Heimir. Þessi mynd. Já. Hún var af þér, fíflið þitt. Og þá er bara ein spurning eftir, Heimir. Já. Hvers vegna, Heimir? Hvers vegna gerður þetta allt saman? Jú, sjá til, Harry. Sko, það lá ekkert mál fyrir. Þetta er fyrsti þátturinn í þessu leikriti og ef ekkert hefði gerst í honum, þá hefði enginn nefnt að hlusta á hann. Svo ég varð bara að gera þetta. Skilur það ekki? Okkur vantaði tilfinnilega sakamál. Svo ég var bara að búa það til. Ég skil. Erum við þá ekki vinir aftur, Harry, bara? Vinir. Sagðirðu vinir? Já. Það minnir mig á. Það minnir mig á. Hvað, Harry? Hvað? Það minnir mig á. Traustur vinur getur gert kraftaverk. Ó, Harry, ég vissi að ég geti stólað á þig. Sakamálaleikhúsið flutti með öðrum morðum. Hrikalegt sakamálaleikrið í einum þætti. Flytjendur og höfundar voru Karl Ágúst Úlfsson, Sigurður Sigurjónsson og Örn Árnason. Þessi flutningur ykkur algjörlega kostnaðarlausu og hlustendur hlusta á þetta á eigin ábyrgð. Við viljum sérstaklega taka fram að annar þáttur verður fluttur hér á sama tíma á Bylgjunni á morgun klukkan 12:30. Og sá þáttur heitir Meðal annarra morða og það er Sakamálaleikhúsið sem flytur. Munið eftir Harry og Heimi hér á Bylgjunni á morgun klukkan 12:30.